Ég að lesa bók Guð ekki dáinn. Margir halda Guð sé dáinn. En í Biblíunni þá lesum við það að Guð, hann með okkur. Og Is it working? Okay. Guð með okkur. Og ég var að hugleiða þetta að Guð, hann getur verið með þér á þess að þú veitir að því. Í Gamla testamentinu lesum við það að Ísraelsmenn þeir voru að mögla. Þeir fengu bara svona grænmetisfæði eitthvað. Og þeir vildu steik. Svo þeir mögluðu. Og þeir héldu náttúrulega að Guð heyrði ekki neitt. Þeir héldu að væri bara Móse. Og allt í lagi, það alltaf allt í lagi að rífast við pastorinn. En málið var að Guð, hann var á staðnum og hann skast í leikinn og hann truflaði samræðurnar. Þannig að stundum Guð nær heldur en við höldum. En það sem að mig langaði að tala í dag frá Jakobsbréfinu 4. kafla 8. vers. Og af því að ég hef ekki skrifað að ræðu þá þarf ég svona að einhvern veginn að komast inn í það sem ég ætla að segja. Nálagið yður Guði þá mun hann nálgast yður. Nálagið yður Guði þá mun hann nálgast yður. Og þið vitið það að við getum verið hjón. Eða við erum hjón. Og þið getur verið hjón. Búið undir sama þaki. Og ekki svona samfélag. Sumum líður bara illa í návist hvers annars. Kallinn fyrir framan sjónvarpið og konan eitthvað annað að gera og ekkert samfélag. Og þegar ég var að hugsa þetta, þá hugleiddi ég líka að stundum það þannig með fólk Guðs. Það kemur inn í kirkjuna og Guð á víst að vera hérna, en það ekkert samfélag. Það engin spenningur, engin eftirvænting. Þegar ég var ástfanginn, þá hefði ég jafnvel fengið frí í vinnunni til þess að hitta konuna. Það ekki? Og ég lagði allt til hliðar til þess að hitta hana. Jafnvel ef einhver annar bað mig að gera eitthvað, ef hún var búin að hringja í mig og við áttum stefnumót, þá var það númer 1. Amen. Og ef við erum ástfangin í Jesú, þá það alveg eins. Við leggjum allt til hliðar til þess að vera nálægt honum. Og Jakob hann segir, nálagið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Jakobsbréfi 4:8. Og ég var að hugsa þessi áramót. Áramót þá á pastorinn alltaf að segja öllum hvað Guð að segja. Hann á að heyra frá Guði fyrir alla. En ég var að hugsa á þessu ári
að biðja ykkur að heyra hvað Guð að segja fyrir ykkur sjálf. Það í lagi? Í Habakúk 2, þá stendur að við eigum að skrifa, þá segir drottinn við Habakúk var að leita Guðs og drottinn sagði, skrifaðu upp vitrunna svo að það megi skrifa svo skýrt á spjöldin að það sé hægt að ganga með. Þetta þýðir það að skrifa upp minnisblað eins og sumir gera á ísskápinn að þá manstu það. Þetta það sem ég ætla að gera á þessu ári. Það þarna á ísskápnum hjá þér og þetta það sem Guð að segja við mig og þetta það sem mitt Guðs orð til mín á þessu ári. Þannig ég var svona að pæla í þessu og fyrir mig tvennt að nálgast Guð og ég fekk annað vers, Hebreabréfið 11:6. Ég ætla reyndar að lesa þetta hérna Habakúk, minnismiðan á ísskápnum. Því að skrifa þú upp vitrunna, letra svo skýrt á spjöldin, svo að lesa megi viðstöðulaust. Þannig að það gott að skrifa hjá sér þar sem Guð talar til okkar. Þú segir, heldur ég munið ekki hvað Guð talar til mín? Ef þú les Biblíuna þá gleymdu Ísraelsmenn. Guð gerði ógurleg tákn og undur, þeir eru búin að gleyma því daginn eftir. Ég hef fengið orð frá Guði sem ég man, en svo önnur orð stundum sem Guð hefur gefið mér og ég gleymi þeim. Þannig að það gott að skrifa niður. Og það það sem Habakúk að segja, skrifa niður. Ok? Hebreabréfið 11:6. Ef við komum fram fyrir Guð, þá erum við að trúa því að hann sé til. Og það ekki allir sem gera það. En það sem blessa mig í þessari bók, Guð ekki dáinn. Ég var að lesa í gær einn sem var búinn að vera guðleysingi allt sitt líf, vísindamaður. En hann hafði gert það upp við sig að hvert sem þegar ég fæ sannanir fyrir einhverju, þá fylgi ég því. Ég man ekki hvað hann heitir, þetta í kafla 5, ef þið náið í bókina. Og sannanir hans leiddu hann til Guðs. Þannig að eftir að vera búinn að vera guðleysingi árum saman, þá hann núna trúaður. En hér segir í 11:6, en án trúar ógerlegt að þóknast honum. En sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunið þeim hans leita. Við á bænastundum hérna, þá höfum við verið að biðja táknrænar bænir. Við höfum tekið land í bæninni og veitir hvað við gerðum? Við tókum hérna mottu, settum hana hérna, þessa hérna, svo fekk ég einn með mér og við stigum á landið. Nú tilheyrir landið okkur. Af hverju gerði ég þetta? Án trúar ógerlegt að þóknast honum.
stundum til að kveikja trú í hjörtum okkar. Ef þið lesið rannsaki Jesú, þá gerði hann skrýtna hluti til þess að kveikja trú í hjörtum fólksins. Af því að hann í heimi sem hann var ekki á hans valdi, að til þess að Guð megi starfa, þá þarf trúin að vera til staðar á milli. Svo að þess vegna biðjum við stundum skrýtnar bænir. Við tókum land hérna í vikunni og vitið þið hvaða land við tókum? Á ég segi ykkur það. Ekki Írland, ekki Ísland. Við tókum ótta drottins aftur inn í hans hús. Amen. Amen. Ótti drottins. Upphaf visku. Ótti drottins upphaf visku. Ok? Hebreabréfið, við verum að trúa því að Guð sé til og hann umbuni þeim hans leita. Ég vil nálgast Guð á þessu ári. Ég vil trúa að seinni hlutin í þessu versi sé fyrir mig að Guð ætli að umbuna mér. Og ég vil trúa því að Guð ætli að umbuna þessari kirkju. Guð ætla að umbuna okkur á þessu ári. Ég ætla að trúa því að Guð ætlar að umbuna okkur. Þess vegna ætla ég að koma nær Guð. Og Guð búinn að segja, ef ég kem nær honum, þá kemur hann nær mér. Amen. Halleluja. Halleluja. Svo Guð ætlar að gera eitthvað á þessu ári. Margir spámenn að segja Guð ætlar að gera eitthvað á þessu ári. Á dögum Daniels, þá breytti Guð tímum og tíðum. Hann breytti tímunum. Veldisbroti guðleysisins ríkti á dögum Daniels. En Daniel stóð upp og allt breyttist. Nú vildu allir fylgja Daniel. Nú vildu allir trúa þennan Guð sem Daniel átti. Og þegar Guð byrjar að opinbera sig í sínu húsi, þá munu allir vilja fylgja þeim Guði sem að við eigum hér í Keflavík. Amen. Yndislegu Guð. Halleluja. Svo, mig langar að leggja það í ykkar hendur. Bidd þú líka Guð fyrir þig orð fyrir árið. Skrifa það á ísskápinn. En sem kirkja, þá viljum við nálgast Guð. Og ég vona að þú vilji gera það líka. En það svo ofta að við erum fjölskylda. Og veit að hérna ungi maðurinn, hann á einn lítinn dreng, yndislegan dreng. Og kannski þarf hann að mata hann. Hann hefur aðra þarfir heldur en hann. Og við þurfum að mæta, sjáðu Guð vill mæta þörfum allra. Þess vegna vill Guð líka gefa þér orð, persónlega. Ef að þú nálgast Guð, bidd hann að tala til þín. Og ég veit að hann vill tala til þín. Hann vill tala til þín. Hann bíður eftir að geta tala til þín. Í Sálmi 81:4 segir einmitt að Guð, og þar var Guð með þjóð sína Ísrael, og hann vakti yfir þjóð sinni.
hann segir, ó að líður minn vildi heyra mig, Ísrael ganga á mínum vegum, þá skildi ég skjótt lægja óvinni þeirra og snúa hendi minni gegn fjendum þeirra. Ó að líður minn vildi heyra mig. Ó að líður minn vildi heyra mig. Já. If only my people would listen to me. Þannig að Guð vill tala við þig. Ef þú vilt bara hlusta. Ef þú vilt bara hlusta. Þú segir, en ég hef aldrei heyrt neitt. Þú getur líka verið með útvarpstæki heima og aldrei heyrt neitt. Þessi stöð, svo ekkert á milli, þessi stöð. Ef að þú nálægir þig Guði, þá nálgast hann þig. This station. Þá nálgast hann þig. Þú þarft að stilla bara fyrir trú, sjáðu. Ef við komum fram fyrir Guð verðum við að trúa því hann sé til og bara fyrir trú er hægt að þóknast honum. Þannig ef þú vilt heyra frá Guði, þá er gott að fara bara inn í herbergi og krjúpa og segja, Guð, ég vil heyra frá þér. Guð, ég vil heyra frá þér. Guð, ég les í orðinu að þú vilt tala til mín og ég þrá að heyra frá þér. Þannig við sjáum að Guð, hann vill heyra. Í Hósea 6:6, í lifandi orði, if you have a living Bible, I'm going to quote that. Ef þú hefur lifandi orð Biblíu, þá ætla ég að vitna í hana. Þá segir Guð við Ísraelsmenn, ég vil ekki endilega fórnirnar þínar, ég vil kærleika þinn. I want your love. Ég vil kærleika þinn. I want your love. Og ég vil að þú þekkir mig. Ég vil að þú þekkir mig. Þetta er hróp Guðs. Þetta er kall Guðs. Guð er að tala til þín. Guð er að tala til þín núna. Hann vill að þú þekkir hann. Hann vill fá kærleika þinn. Alveg eins og faðirinn vill fá kærleika sonarins. Hann elskar þegar sonurinn kemur. Faðirinn elskar það. Okkar faðir elskar þegar við komum. Faðir vor. Halleluja. Þú sem ert á himnum. Og í raun er hann ekki á himnum. Hann er hér. Og hann er hér. Halleluja. Hann elskar þegar við komum til hans. Þannig að við ætlum að nálgast Guð. Og hann kemur nær. Og við ætlum að koma fram fyrir hann í trú og trúa því að hann vilji gera eitthvað sérstakt á þessu ári. Fyrir okkur. Amen. Eitthvað sérstakt. Í 1. Korintubréfi þá er sagt að 1:9 að Guð, hann er svo trúr. Þessi köllun hans, hann hættir ekki. Það segir, hann er trúr. Hann er trúr. Trúr er Guð sem yður hefur kallað. Já. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélags sonar síns Jesú Krist. Hann er trúr. Hann er trúr, hann er trúr, hann er trúr. Og hann hefur kallað þig til að eiga samfélag við son sinn Jesúm Krist. Guð, hann hefur kallað þig til að nálgast sig. Guð hefur kallað þig til að eiga samfélag, til að vera vinur. Jesús sagði, þið eru vinir mínir. Þið eru vinir mínir. Þannig að Jesús er að kalla þig til að vera vinur.
Vinur. Vinir eru saman. Vinir gera allt saman. Vinir leita ráða hver hjá öðrum. Vinir segja hver öðrum hvað þeir eru að fara að gera í dag. Jesús, nú er ég að fara í vinnuna og þú kemur með. Halleluja. Jesús, þakka þér fyrir að þú hjálpa mér í vinnunni. Ég bið oft til Guðs í vinnunni. Ef það eru erfið verkefni, þá bið ég. Ég bið. Stundu þegar ég hef lamið á puttan á mér, þá segja ég, bölvar ekki. Eftir ég frelsaðist, það er svo skrítið þegar ég meiði mig, þá kemur alltaf lofsöngu til Guðs. Ég veit ekki. Það breyttist. Ef ég lem á puttan á mig, þá segi ég, halleluja. Takk Guð fyrir að lækna mig. Amen. Takk Guð fyrir að, já. Af hverju ætti ég að bölva? Ég meina, það lagar ekki. Lofsöngu til Guðs lagar, læknar. En Guð hefur kallað okkur til samfélags. Hann hefur kallað okkur í Markús 3:14, það er ekki hér, Markús 3:14, þá segir að Guð, Jesús kallaði lærisveinana til að vera með sér. Til að vera með sér. Þeir áttu að ganga með honum. Ef að Jesús fór eitthvað, þá fóru þeir með. Ef að Jesús var að gera eitthvað, þá voru þeir með. Ef að Jesús hvíldi sig, þá voru þeir með. Þeir voru kallaði til að vera með honum. Kom aftur að heimilinu. Viljum við ekki öll eiga heimili þar sem er samfélag? Viltu ekki eiga heimili þar sem þú hlakkar til að koma heim? Ég byrja alltaf á að finna konuna mína og kissa hana þegar ég kem heim. Mitt fyrsta verk. Við erum búin að vera gift í 36 ár. Og ég held mér langi meira til að finna hana núna heldur en ég elska hana meira núna. Hugsið ykkur kirkjulíf. Af hverju er það ekki eins? Til hvers komum við í kirkju? Til hvers komum við í kirkju? Til að hlusta á góða tónlist? Til að heyra eitthvað nýtt sem við höfum aldrei heyrt áður? Eða komum við að því við elskum Jesú? Að því við þráum Jesú. Ég sagði hérna í vikunni, það er ákveðnir hlutir. Guð, hann vill tala til þín. En í Biblíunni segir, sá sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Suma hluti talar Guð bara í söfnuðinum. Ef að Guð talar til safnaðarins og þú ert ekki þar, Tómas var ekki þar, þegar Jesús kom, að þá heyrir þú ekki hvað Guð er að segja söfnuðinum. Þannig að í Jóhannesarbréfinu og við erum að koma til endingar, þá segir í fyrsta kaflanum, 3. vers og 7. vers, fyrsta Jóhannesarbréf, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Sjáu þið, boðunin var til þess að við gætum átt samfélag. Kristur var boðaður til þess að þeir sem ekki þekktu Krist gætu átt samfélag við Krist. Kristur var boðaður
til þess að þeir sem ekki áttu samfélag við Krist gætu átt samfélag við Krist. Amen. Svolítið öðruvísi, ég hef mína trú fyrir mig. Guð faðir, þetta snýst samfélag, kirkja samfélag. Ekki hús, kirkja samfélag. Samfélag. Ok? Síðan kemur hér, í versi 7, ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóði Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóði Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Þannig ef að við erum í ljósinu sem í rauninni að vera í Kristi, þá þráum við þetta samfélag. Við þráum þetta samfélag við Guð. Við þráum þetta samfélag við systkini okkar. Við þráum að eiga samfélag við Guð og við þráum líka að eiga samfélag við fjölskyldu Guðs. Einhver sagði að við eigum samfélag svona og svona. Lóðrétt og lárétt. Að við eigum samfélag við Jesú oft í gegnum fjölskyldu hans. Og hann sagði, það sem við erum heyrt og séð það boðum við yður einnig. Vers 3, það sem við erum heyrt og séð það boðum við yður einnig. Vitnisburður okkar Jesú, hann verður til í samfélaginu við hann. Ef þú segir einhverjum frá Jesú, þá hefur þú lítið að segja nema þú eigir samfélag við hann. Ég þekki og veit fólk sem hefur numið þessa bók árum saman, hefur próf í bókinni, það þekkir ekki orðið. Hvað áttu við? Það þekkir ekki orðið, það hefur ekki orðið í sér, það afskaplega sorglegt. Það var eins og margir vissu allt Elvis Presley, höfðu ekki hugmynd hver Elvis Presley var. Þekkti ekki hjartans. Ég segi það svo ofta að við höfum verið að biðja ákveðið orð út frá Jeremía. Jeremía 5:14. Þar sem Guð segir við Jeremía að þegar hann talar orðið, þá verður orðið eldur í munni hans. Og ég segi, orðið dautt í bókinni, það dautt hérna, en þegar að þú tekur orðið, talar það út, þá verður það eldur í munni þínum. Ég meina, iðnskólabækurnar þínar á borðinu, þær vinna ekki verkið. Það ekki fyrir en þú ferð að gera það sem bækurnar segja, saga, skrúa, að þá verður orðið í þeim lifandi. Og það eins með þetta orð að þú getur haft próf í einhverju iðngrein og aldrei unnið hana. Þekkir hann ekki. Orðið, það verður lifandi í samfélaginu við höfundinn. Og Guð að kalla okkur inn í þetta samfélag. Hann að kalla okkur inn í þetta samfélag. Hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Verið í mér, þá verð ég í yður. Verið í mér, þá verð ég í yður. Vá. Það stórkostlegt að vera í honum. Og einhver sagði, hvernig það hægt? Það var einn gamall kínverskur predikari, hann lýsti þannig að ef þú setur sykur út í te, hann var að útskýra þetta fyrir einhverjum og hann hellti sykur út í te, svo hrærði hann í og hann sagði, hvar nú sykurinn og hvar teið?
verið í mér og þá verð ég í yður. Jesús, þess vegna sagði Jesús, sá sem hefur séð mig, hann hefur séð föðurinn. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Þannig að við erum kölluð til að eiga samfélag við Guð og vitnisburður okkar verður til í samfélaginu við honum og hann hefur sagt, ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Ég er með þér alla daga allt til enda veraldar og hann er með okkur en eigum við samfélag við hann. Ert þú með honum? Ert þú að hlusta eftir konan mín hérna? Hún segir stundum við mig, af hverju hlustar ekki á mig? Af hverju hlustar ekki á mig? Og þið vitið hvernig við menn erum. Við náum stundum að hlusta á þess að hlusta. Og hún segir stundum, hvað sagði ég? Og ég get kvótað hana tilbaka, en ég var samt ekki að hlusta. Ég verð að játa, ég var ekki að hlusta. En ég get samt sagt, af því að einhvers staðar, já. Og Jesús, hann er í rauninni að segja við ykkur í dag, eru þið að hlusta á mig? Eru þið svo mikið annars hugar, eða erum við svo mikið annars hugar, að við höfum ekki tíma til að hlusta á hann? Ég horfði á aðeins í gærkveldi, það var frá Suður-Afríku, maður sem fer, ég man ekki hvað hann heitir, Louis Trudeau. Viltu segja nafnið hans? Ok. Hann fer með myndavél og hann tala við fólk og hann var að tala við rannsaka fátæktina í Jóhannesarborg. Og hann talaði við 2 menn, það snerti virkilega við mér. Þeir voru, já, harðir glæpamenn og þeir voru báðir með byssu, þeir sýndu honum það og þeir voru í því að ræna fólk. Og annar sagði, ég tek börn af móður og ég segi, ég sting því hérna bara inn í örbylgjuofnin ef ég fæ ekki peninga. Eða ég brenni barnið. Og hann spurði hann, er þér alveg sama? Já, ég þarf bara peningin minn. Og það var svo mikið reiði í þessum unga manni þegar hann var bara að segja frá þessu. Hann hafði drepið 2 lögreglumenn og þeir voru nýbúnir að ræna einhvern. Og ég hugsaði bara af því að þessi fréttamaður, hann var með í fylgd með manni sem hafði þekkti þennan mann frá barnæsku. Annars hefðu þeir sennilega bara rænt hann. En svo þessi reiði, hann sagði, af hverju ertu svona? Og þá kom upp úr kafinu að það var lögregla eða hermaður sem hafði drepið foreldra hans þegar hann var lítill drengur. Og þessi reiði var búin að vera þarna allan tíman. Hún var alveg sama allt, gjörsamlega hömlulaus. Og ég fór að hugsa, mér var hugsað til David Wilkerson þegar hann mætti svona ungum drengjum. Og Jesús breytti lífið þeirra. Að það er bara Jesús sem getur breytt svona.
En rótin var að hann vantaði samfélag, hann hafði ekki átt þetta samfélag við fjölskyldu og það var eitthvað annað komið inn. Illt, hatur. Hatur, 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 hatur. Og þess vegna þetta kall Guðs að það þarf að ganga út. Það þarf að ganga út til þjóðarinnar. Og það þarf að ganga út til þjóðanna. Þess vegna skulum við nálægja okkur Guði. Hann mun nálgast okkur. Og þá getum við mætt öðru fólki með hans hjarta. Með elsku hans. Með elsku hans. Og spurningin er, heyri ég kallið? Hvað á ég að gera? Kallið er tvíþætt. Þú átt að leita hans. Gott að finna, biðdu Guð að gefa þér orð, settu það á ísskápinn, horfðu á orðið alltaf. Ég veit fólk sem hefur læknast með að gera svona. Og við komum saman með öðrum trúuðum. Vegna þess að Guð er þar á sérstakan hátt þegar við komum saman. Amen.